Óðsmál. Vitundarvísindi forfeðranna okkar. Hvað nú það? Hvað eru vitundarvísindi? Ævaforn vísindi hvað við erum í raun, einnig hvað við erum að gera hérna gangandum og jörðu í okkar flotta kroppi. Það vita fæstir. Forfeður okkar vissu margt og voru vísindari að tengjandi, til vissu jafnvel meira en við nú. Ó já, nútímavísindi að uppgötva sumt sem vita var fyrir löngu síðan. Tilurð alheimsins okkar til dæmis, hvernig alheimurinn verður til. Já, miklu dýpri vísindi, hvað við erum að gera hér. Að við erum vitund, raunveran, grundvallar raunveruleikin. Þetta eru heimspeki hugtökin gömlu notu þegar heimspeki var alvöru heimspeki. Ekki aðeins þrætulist og orðaleikir yfirborðs hugtök lífsins. Dýpri vísindi, að ginnungagap vitund þegar við beinum athygli að því. Að gunnir sem við, meðveituð það sem við athugum, verður ýmislegt raunverulegt og bitastætt í okkar huga. Það þýðir að við sem vitund gerum úr gúmni það sem við viljum með athyglinni saman. Gúmnir til að leika við okkur. Það? Sko, ginnungakamp íðavellir, íðandi á hreyfingu innan sjálfsín, því ekkert annað í raun, ekkert utan þess, ekkert hvorki fyrir né eftir, eilífðin. Það að ekkert annað en ginnungagap þýðir að allt í því og allt það. Ginnungagap án upphafs og án endis eilífðin og óendanleikin, hið eina sem Það möguleikar alls en óskapað og tekur ekki þáttinn einni sköpun, það aðeins hverfist innan sjálfsín. Hér verða til ótal alheimar, við erum á okkar þróunarbrauti í einum þeirra. Þetta allt sem hann skapaða fínir í ekkert tengt ginnungagapin eitt, algjörlega laust frá ginnungagapinu mikla, þótt allt sé í því, það tekur ekki þátt. Ginnungagapi óendanleg orka, óendanleg kyrrð, tær þekking, allir möguleikar, óendanlegi sköpunarmöguleikar. Alheimurinn stjórnast af þessum sveiflum í ginnungagapi í samsviði allra náttúrulögmálana og drifin áfram af þeim. Þær eru ósýnilegar og eðli þeirra að þenjast út. Þær eru lífið í okkar eigin vitund. Þessar sveiflur eru alls ekki skapaðar. Menn get ekki mælt ginnungagap, finna enga mælanlega eiginleika, en vísindamenn eru nú orðið vissir að það og grundvallar raunveruleikin, raunveran. Einstein var viss, það hlyti að vera grunnsvið tilverunar hið eina. Heimspekingar til forna ræddu þetta svið tilverunar, ekki skildu þá allir menn. Alvöru heimspekingar ræddu hið ósýnilega, þetta sem við erum öll. Við sjáum ekki að við erum þetta svið, sjáum ekki að við erum vitund, því augun okkar nema ekki vitund. Svona sambarilegt, rétt eins og sagt augað sér allt mögulegt en sér ekki sjálft sig. Hinn alfullkomna regla sem hér býr heitir á máli forfeðranna rán, rögn, regin. Þessi orð þýða beinlínis regla. En við að persónugera fullkomnu regluna hrökkum við svolítið út úr merkingunni og í persónuna. Persónugerð getur verið hættuleg en skemmtileg leið til að koma skilningi til skila. Þessi fullkomna regla, rán, rögn, regin endurspeglast í alheimi og í okkur, í öllu sem við köllum skapað. Það sem við sjáum, yfirborðið sem skilningaviti nema, köllum við ránar dætur. Vitandi af þessari reglu sem í öllu býr. Öldur eru hafið, það vitum við. Yfirborð lífsins auðvitað ægir óradjúpið mikla. Rögn eru guðin, þau vinna í heimi hinum skapara sem í endinni miklu til orðin. Ragnarök það að alheimurinn okkar hverfur tilbaka í samsvið allara náttúrulögmálana. Hverfur tilbaka í endina miklu sem ein Gagnstæðir kraftar í sköpunarverkinu hverfa í eind, kallast hjá okkur Óðinn Fenrisúlfurinn, Þór Miðgarðsormurinn, Freyr Surtur sem fer með svigalæfi, Niflkyrðin og Múspell Orkan hverfa aftur í eind, Ragnarök. Flugeldasýningunni lýkur, en ekkert deyr. Líf og lífþræðir eru hugtök yfir það að líf getur ekki dáið. Það fættist heldur aldrei, aðeins Þótt við skreppum til heljar deyr ekki neitt, þótt tróði halir helveg við Ragnarök, deyja menn ekki. Líf og lífþræðir eru ekki einn kall og einn kerling neitt, heldur við öll sem aldrei deyjum. Önd mun lifa og aldrei deyja, segja forfeðurnir okkar. Ekki teikna líf og lífþræðir sem einn kall og eina konu í grænni jörð, fallandi foss og örn yfir. Ekki teikna neitt afvegaleiðandi Adam, Eva eða Lilith sunnan úr eyðimörk. Svo Auðumbla hún bara dúkkar upp og nærir allt líf. Lífið fæðist ekkert, það aðeins Fæðist ekki og deyr ekki. Ekkert deyr, dauðin ekki til. Aðeins breytingur einu í annað í okkar hverfula gúnisheimi. Eilífðin getur ekki dáið, við erum hún. Hún fæddist heldur aldrei.
En hvernig verða alheimar til í ginnungagapi? Í ginnungagapi bullandi tímarúmsfroðan. Tímarúmsfroða sem hvað? Hún ógnarkraftur úr hennar bullandi ægikrafti losna oft bólur. Tímarúmsfroðu bólur sem verða alheimar. Þeir eru ótal margir. Sumir eru skamlífir, aðrir ekki, til dæmis okkar sem líklega hálnaður með sinn líftíma núna, nokkuð gamall með við mannsæfi. Bólan sem losnar sem okkar alheimur heitir máli forfeðrana okkar Freyja, en nafnið hennar þýðir froða og Afrodíta hin gríska einnig okkar alheimur, aðeins annan nafn á þessu fyrirbæri alheimurinn okkar á grísku. Freyja norræna nafnið, Afrodíta gríska nafnið þegar þær eru persónugerðar. Alheims bólan okkar en Afros þýðir líka froða. Freyja heitir menn glöð, menn borðum hálsinn, því hún verndar mannkið sem það ætti að vera, skýrasta djásn í heimi hér. En nú dúkkar aftur upp afvegaleiðandi vandamál eins og með rán. Persónugervingakrafta og fyrirbæri eru alltaf villandi. Við höldum þá að þetta séu karlar og kerlingar. Skiljiði hvernig persónugervingar og táknmál búa til bókstafstrú. Til dæmis ef ég tekna ást með hjarta fyrir hugsunin í hjartatáknið, tekni ég vonsku sem púka, sér maður djöfla. Baldurinn góði. Ef menn setja sólguð á árstíðarhringinn, sjá menn kalla drepast á viðbjóðslu rómversku aftökutæki. Táknmál afvegaleiðir illilega úrskilningi yfir í bókstafstrú og menn eru svo auðtrú og auðveldlega gappaðir. Ef ég persónu geri alheims og sköpunarferlið, sjá menn karla og kerlingar. Menn halda til dæmis að gyðjan sé að koma upp úr baðinu sínu, gera ráð fyrir að hún hefði fyrst farið ofan í. En það nú ekki svo. Goðsagnir eru bara alls ekki karla og kerlingar að fara í freyðibað. Ég tekna tímarúmsfroðuna sem Freyju og þá ég búin að gera alheiminn sem við lifum í. Við sjáum þá að við lifum í gyðjunni Freyju. Allt þetta nú samt mjög velþekkt eðlisfræði, ekki persónugert þar, en fær oft nöfn vísindamannanna. Hilbert með hattinn Óðinn í ferlinu, Óðinn Vilji. Nútíma vísindin hafa fundið aftur þetta sem forfeðunar okkar vissu. Tímarúmsfroðu og alheims tilurð. Þessa vegna vitum við, vísindalega séð, að okkar alheimur okkar Freyja, vitum að forfeðunni vissu. Nútíma eðlisfræðingar þekkja líka Óðinn Vilji sem Hilbert Space Operator States. 1000 ára eldra Rishi Devachandas þetta ferli innan ginnungagaps eða í samhita. Þetta vissu vitringarnir í Austurlöndum fyrir löngu síðan, ekki neitt síðar í tímatilbúningur, ekki neitt nýleg nokkur 100 ára fabúla vitringar á Austurlöndum í stjörnuskoðanaferð í Nasaret. Hér eru Óðinn með gúngnisinn, Valkyrjan okkar, Askur og Embla manntrían úr ægi og Óðurhænir lóður með guðlegar gjafir til manntrjána okkar ævaforna saga. Ferlið Óðinn Vilji þetta. Óðinn innan þekkingarinnar altærrar fær löngun vila til að finna þekkingu og þar ef ekkert hér annað en tær þekkingin finnur hann fyrir þekkingu vía. Ferlið gengur svo tilbaka í kvelli aðeins til að endurtaka sig. Ginnungagap tær þekking. Forvitniferlið þekkingaleita þekkingarinnar sjálfra sín. Óðinn Vilji eru forvitni og leitar ferli innan ginnungagaps tærrar þekkingarinnar. Það brölt hefur afleiðingar eins og brölt og forvitni vilja nú hafa. Við þetta brölt þeirra bræðra, Óðins Vilji, þessa hreyfingu, þekkingaleitina, innan samsviðsins, myndast tóm sem Heimdallur nýtir sér með sitt gjallarhorn. Þetta fyrsta höfuðskepnara 5. Hann kallar það Akash, eða rúmið, eða bara Heimdall með sitt gjallarhorn, til þess að flækja ekki málið. Gúngnisbylgjurnar sem við kallum höfuðskepnur eru ekki lifandi skepnur, heldur aðal skapað. Við getum gert tilraun, látið 2 ljósgeisla sem eru 3. höfuðskepnan, mætast og krossast og finna út að þeir sína engin viðbrögð hvor við öðrum, en það myndu lifandi fyrirbæri gera. Sólarbirtan fær blómkrónum til að opna sig. Heimdallur með sitt gjallarhorn fyrsta höfuðskepnan okkar og langtum stærst þeirra 5. Svo myndast áfram hinar höfuðskepnar hver á eftir annari. Þetta uppgötvuðu eðlisfræðingar nútímans aftur núna. En þeir voru búnir að gleyma smá af fornu þekkingunni. Þeir eru nefnilega nýbúnir að finna þar sem þeir kalla 5. höfuðskepnuna, Akash, rúmið, Heimdall. Yfir sem opnurs af sjálfum sér, vissu aðeins af 4, lofti, eldi, vatni, jörð. En vitringarnir til forna fyrir 1000 ára vissu vel að þær voru 5, hafa alltaf verið 5 og Heimdallur hinn fyrsta, ekki 5. Og forfeður okkar eiga þessa þekkingu líka. Við vorum aðeins hætt að skilja táknmálið þeirra, persónugervingana sem eru afvegaleiðandi viðurkennist hér. Táknmálið sem búið að hlæja að og spotta í nokkur 100 ár myrkra alda. Vísindamenn vil ekki sjá sem þeirra fag Heimdall, einhvern guð með gjallarhorn. Við teknum ekki höfuðskepnuna rúmið, Akash sem eðlisfræði, ekki goðsagna vera.
Ekki heldur hræsvelg eða hræsvelg sem á íslensku loft að flýta sér. Í vísundum þarf allt að vera hreint og klárt án afvegaleiðandi líkingamáls og barnalegs hugarflugs, ekki persónugerði kraftar. Annars eru persónugerðingar miklu skemmtilegri, meira lifandi kennsla, heldur en töflur svart á hvítu nútíma eðlisfræðingana með fullri virðingu fyrir þeirra skipulegu útskýringum. Þeir gera okkur þann mikla greið að útskýra vísindin til þess að forna táknmáli skiljist nú. Ginnungagap það vita eðlisfræðingar nútímans, þótt það sé ómælanlegt því tækin okkar þróuðu finna ekki neina mælanlega eiginleika hér. Það nefnilega eiginleika laust, þótt það sé allir möguleikar. Þetta nokkuð merkilegt og satt. Ég veit ekki hvort nútíma heimspekingar skilja nú á ný grundvalla raunveruna sem það ætti að vera hið sanna umfjöllunarefni heimspekinar, eða skilja ekki. Hvað tala þeir nú á tímu? Þrætulist og heila leikfimi, fyndnar spurningar, svo sem efinn til? Ránardætur eru yfirborðið þegar umræðinni komin út í eintóm yfirborðsins smáatrið og keisaraskegg, grunnsvið tilvörunar ekki með í umræðinni, svarar Búdda með þögn. Rökræða gúnisdótari og ránardætur án ægis sjálfs grunnlaus. Ginnungagap aðeins möguleikar alls sem algjörlega sjálfu sér nótt, það óendanleg skipulagsorka. Íðandi, íðafellir eða vitund við athygli okkar. Vitund og yði á hreyfingu innan sjálfra sín. Óðumilvi ferli innan gapsins mikla, nú sjá menn tengslin milli Freyju og bræðranna þriggja. Þegar alheimur springur út, laus úr tímarúmsfroðunni, verður einhvers konar stór smellur, kallaður stóri smellur. Þetta heitir á máli forfeðrana Ymir, hinn innmýjandi smellfæðing af einu stykki alheims. Það nauðsynlegt að skilja nöfn í goðsögum, því nafnið segir hálfa söguna hlutverk hvers ákveðins fyrirbæris í frásögninni. Og sum nöfn hafa marga merkingar, kannski líka lagskipta merkingu frá yfirborði í dýptina. Íslendingar skilja, eða ættu að skilja, en oft erlendir menn að notast við grunnar orðabókaþýðingar án nokkurs dýpri skilnings á dýpt og mörgum merkingum hvers orðs. Eða halda að fræðingarnir gefi alla merkingu hugtaka og orða sem sko ekki. Sjáið til dæmis orðstofnin val í Valhöll, valföður og valkyrju. Við æviflæði þekkingarinnar vín valföðurs lifandi, því dauðinn ekki til nema í innfluttu kerfi. Ekki fara eftir svoleiðis sem sumir eru gegn sýrðir af í sínum hugsunarhætti. Fræðingar afvegaleiða stundum í fljótfærni sinni og blóðs úthellingar dýrkun. Og menn, erlendis og hér heima, lepja svo upp rangindi og afvegaleiðandi tilgáttu fræðinga í skilningsleysi sínu. Val hér alls ekki dauðabúka. Val þýðir ýmislegt annað. Val hér á ekki skylt við dauðabúka. Slíkt afvegaleiðandi útúrsnúningu þröngsýnna fræðinga sem ekki eru nógu vel að sér og túlka allt okkar gamla með drápi og vígaförlum hinna vanþróuðu forfeður okkar. Vita ekki af þekkingunni þeirra, vita ekki af eigin sjálfum gleðihroka. Allt var frumstætt, allt nú háþróað. Við erum að tala allt annað, heimspeki og eðlisfræði gömlu gæjana. Þessi Ymir sem sagt smellhljóð eða smellhljóðbylgjur nú laus frá ógurlegu vellandi fróðinni, en engu að síður í ginnungagapi auðvitað. Ymir ymjandi hljóð eða hljóðbylgjur gúnis súpa. Svo kom Guðinn okkar, forseta náttúrlögmálna þessum ymjandi í skemmtilegt skipulagt ásíkomulag. Koma reglu á óreiðuna þarna eftir smellin stóra, enda Guðinn, rögn og regin sem bókstaflega þýðir hin fullkomna regla. Hér koma í alheim nifl, kyrðin og múspell orkan sem halda hvort öðru vakandi og í vissri spennu og orsökuðu raunar það að samræmið klofnaðu upp þannig ginnungagapi. Nifl þoka, múspell eldur, bússvið með sína óendalega orku og fermisvið með neikvæðu efnisviðin sín. Við tölum líka persónugerða krafta hér, Óðinn og Fernisúlfurinn, Þór og Miðgarðsormurinn, Freyr, Friður og Gnættir, sem mætir í lokin surti sem fer með svigalæfi þegar öll náttúrulögmálin hverfa aftur í eind við Ragnarök. Þetta ferlið Ymir Ragnarök. Líftími okkar alheims sem við notum eða ættum að nota til að þróast til fullkomnunar. Í upphafi þessa ferlis tefla tífi Teitir í túni. Tívar þýðir hinn skínandi guð. Teitir í túni, tún samstofna grísku Dínamos, góður með sig í ægikrafti. Nú, hér í upphafi, þetta nútíð, tefla Teitir, allt í lukkunar elstandi.
Úr hinum ymjandi verða hér höfuðskepna 5 í þessari röð. Rúmið langt og stærst, loft miklu minni höfuðskepna, eldur, vatn, jörð sem langminnst þeirra. Þær eru aðeins mismunandi tíðni bylgjur eða gúnir. Ymir sem sagt skiptist upp í 5 mismunandi hljóðbylgjutíðnir, nú komin í röð og reglu guðana. Þetta núna vel vitað sem eðlisfræði. Við köllum allan gúnni efni, köllum jörð fast efni, þótt höfuðskepnurnar séu aðeins og aðalega tóm og smáflöktandi óhöndlanlegu gúnlir út og suður. Þótt við lítum á allar höfuðskepnurnar sem efni, eru þær aðeins mismunandi bylgjutíðni gúnnis í óravíðu tómi. Allt hér í heimi aðalega gap, við sem einstaklingsvitund eða sál í kroppi, trítlandi hér á jörðu, skynjum þessar 5 höfuðskepnur Ýmis með okkar 5 samsvarandi skilningavitum í sömu röð. Þetta svo ofur einfalt. Heyrn samsvarar rúminu, heimdalli okkar með sitt gellarhorn, tilfinning eða snerting lofti, sjónin ljósi eða eldi, bragðskinnið vatni, ilman lyktarskinnið jörð. Skilningavitin færa síðþyrstum hugan af alkelingari og hann býr til úr því veröld. Við nemum nú veröldina og gleymum hver við erum í raun. Látum glepjast af glingurinu sem gúnir verður að í okkar huga. Og hugurinn heldur að þetta sé hamingjan sem hann endalaust að leita að. Veit ekki hvar hamingjunar að leita. 180 gráðu uppbeygja hér innra. Orði veröld þýðir mannsævi, ver maður, öld ævi. Engir 2 gera endilega eins veröld, þær eru því eins margar, eða margar útgáfur af veröldum og mennirnir sem hugsa þær. Heilin okkar býr til úr gúnnis súpunni þar sem við skynjum sem veröld. Athygli okkar á gúnni verður að sköpun okkar sem jafn hverful og efnið sem hún úr. Þetta allt saman vofa skemmtilegt maður, við skynjum veröld. Við þurfum líka að vita að við búum til heilan okkar, heilin aðlagast. Öll reynsla okkar breytir heilanum. Það sem við setjum inn, beinum athygli okkar að, verður útkoman. Ekki gera ráð fyrir að neitt komi út sem við ekki settum inn. Við stjórnum því hvað við sköpum. Við verðum það sem við sköpum okkur. Ábyrg fyrir öllu sem við gerum. Það sem gerist þegar við erum alsæl að njóta höfuðskepnanna sem skilningavitin okkar færa heilanum og í óða að gera okkar einstaklingsbundnu veröld, hver og eitt fyrir sig, enga 2 eins, sjáum við ekki að við erum vitund. Ég sé þig, þú sér mig, hvernig getum við þá verið eitt? Eitthvað eitt sem við sjáum ekki og munum þaðan af síður að það á því sviði hér innan okkar sem við ættum að leita alvöru hamingunar, sólar, sælu. 180 uppbeygja hér innra. Hvers vegna í þátíð teldu í túni teitir váru, hvað kom fyrir? Unnskomu þursamegir 3, hinnar árbornu ámáttkumóðu náttúru. Eiginleikar 3 sem fyrir 1000 ára fengur nafni Trígúna, eiginleikar 3, sattva radjasin tamma. Þeir 3 náttúrunar eiginleikar, meir hennar 3, stjórna öll í heimi hér, en við vitum það ekki því enginn kennir okkur. Enginn virðist vita, þeir eru í öllu, við vitum ekki að við dönsum við þá 3 alla okkar ævi. Við vitum ekki að þeir stjórna öll í heimi hér. Móðir náttúra árborin ámátt mjög, segja forfeðurnir. Þótt við sjáum fegurð hennar og mátt og megin, vitum við ekki af dansi og yfiráðum þursamaga, svona hennar. Við vitum ekki heldur að við stjórnum náttúrunni, að hún eins og við erum. Vitum ekki að hún hefur þann þol að gjörðir okkar valda því að hún springur. Þegar við erum orðin einherjar, skiljum við, þá vinnum við á sviði innan náttúrunnar í tærri vitund. Stjórnum í tærri vitund innan náttúrunnar. Sjáum að við erum ekki veröldin okkar, heldur tær vitund, sjáum hver við erum í raun. Hér ætíð tvískinnungur og andstæður veraldar. Við þurfum að hvíla okkur á þeim 3 þussamögum, að minnsta okkur 2 á dag alla ævi til að nema upp þær 5 rúnir sem við þurfum til að halda okkar þróunar markmiði í lífinu. Þetta sem við skiljum ekki í ósvinn okkar, sem við vitum heldur ekki Ekki von því enginn segir okkur til hvers við erum að fæðast og lifa. Við vitum ekki neitt þróunar markmið, sem jafnvel neita því alferð. Þannig, með því að nýsa niður iðula, gefum við móður náttúru einnig meðmar fyrir allar hennar gjafir og jafnvægi kemst á. Við reynum nú ekki á þanþol hennar og hún sér fyrir öllum okkar hóværum þörfum. Við erum ekki lengur þjófar. Við förum inn fyrir móður náttúru, inn fyrir hugsun, inn fyrir tíma og rúm, náum undir tökunum. Erum á sviði tífa sem tefla teitir, erum stund án þursamaga 3. 5 rúnir nemum við upp með því að nýsa niður. Við öðlumst stuðning ámáttkarar náttúrunar til allara góðra verka í heimi hér. Hvernig þá?
Ginnungagap möguleikar alls, fullkomið samræmi. Hinn fullkomna regla hér endurspeglast yfir í alheimana og einnig yfir í okkur. Við getum lifað þessa fullkomnun í okkar eigin tæru vitund, skreppum inn fyrir mannlega hugsun, tíma og rúm. Nöfn forfeðran yfir þessa alfullkomnu reglu, rán, rögn, regin, sem að stofnum til þýðir regla, segja okkur að forfeður okkar áttu þessi vitundarvísindi. Grunnsvið tilverunar, eilífðin sem aldrei breytist, heitir á máli nútímavísinda samsvið allara náttúrulögmálana. Við köllum það áskarð eða ægi, tífatún eða ragnasjöt. Tún samstofnað dynamis sem þýðir kraftur, en það hér ægikraftur alfullkomnu ámátkur náttúrulögmálana. Við nemum ægikraftin upp og nýtum í miðgarði. Og þegar við vísum niður, skreppum þangað til að þamba í okkur þess alfullkomnu guðlegu reglu og auðsenni inn í okkar líf, tölum við veislu ægis, innri hellin Niðbjörg Gunnlaðar og Lokkvarlundum Barra sem gerður í skírnismálu veitum og ætlar að prófa að skreppa í til að finna sitt guðlega einsta eðli. Þursar eru gömul þróunarskeið okkar, dætur taka við. Allt þetta, ægir, Niðbjörg, Barri, í raun eitt og sama. Aðeins hér mörg nöfn á því og þetta innan okkar. Engin vand að skreppa á milli miðgarðs og áskarðs daglega, engin vegalengd frá mér til mín. Varist afvegaleiðandi innprentunin að Guð þarna uppi á himnum, það ekkert þarna úti, allt hér inni. Til þessa skrepps í áskarð farataki sleipnir, mannlega taugakerfið okkar. Hið auðveldasta skrepp, vegalengdin frá mér til mín, sem sagt engin vegalengd. Skrepp 2 daga alla ævi og þá auðlumst við kraft og reglu náttúrulögmálana og getur þannig lifað óþreytt og orkumikil í dansigunana þriggja þursamaga náttúrunar okkar. Líf á jörðu okkar tækifæri til að þróast, það gleymist að kenna okkur þetta og við vitum ekki að vetsinnið að hér í heimi eru eiginleika náttúruna leikandi lausum hala í öllum sköpuðum hlutum. Skulum við nú ráða við gunnadansinn og vita til hvers líf á jörðu Með því að nýsa niður á svið guðana, ragnasjöt, komum við leið í veg fyrir að jötnar komist í kroppin okkar, því við nemum einnig upp fullkomið heilbrigði. Eirð, fullkomin ró, hvað sem ádynur, þá verða frumur heilbrigðar. Óeirð veldur veikindavesindi, misræmi. Við ausum upp kyrð og orku, kyrð eirð gefur heilbrigði. Ekki nú að hugsa líkamann og sálfræðina, við sinnum heildinni sem við erum. Við þurfum að samræma huga og vitund, huga og umhverfi, huga og kroppin okkar. Það gerum við með því að nýsa niður iðulega. Ekki eyða orkunni kapphlaup við tímann. Tíminn fíngert afl fyrir hendi hér í heimi. Ef ekki væri fyrir tímann gerðist allt í einu, sagði Einstein. Allt hefur sinn tíma, segjum við. Njótum þessa tíminn skammtar í hæfilegum bitum, slumpum, svo við ráðum við örlög okkar. Nýsum bara niður til að öðlast orkuna og kyrðina og heilbrigðið og fullkomnu regluna rán. Þegar við nýsum niður ekki mannleg hugsun, svona rétt á meðan, ekki tími og ekki rúm. Við skreppum úr tímarúmshugtakinn okkar yfir í tæra vitund, nærandi ginnungagap, nefnum hér upp fimbulrúnir sem koma sér vel í daglegu lífi. Ókipis og falar hverjum sem vill. Fyndið við lifum í Freyju alheimi í kroppnum okkar og Freyja alheimur í okkur því við erum vitund og allt í vitund og ekkert utan vitundar. Allt í þessari vitund eða ginnungagapi sem hefur engin takmörk. Eilífðin óendanleikin og við skreppum úr Freyju daglega sprelllifandi áreynslulaust. Þetta skulum við læra og skilja. Þetta vissu forfeðurnir okkar, ekki við. Gallinn við skilningavindin að þau nema ekki ginnungagap, ekki frekar en hinn ofur tæknilegu tæki rannsóknarmannana. Þetta veldur því við vitum ekki hvað vitund og þaðan síður að við erum vitund. Ekki geta nútíma heimspekingar hjálpað, ekki pógdýrir sálusorgarar sem sumir segja okkur við séum hér til að þjást, afvegaleiddar af innfluttri ómenningu sem nú rómar heimsveldi. Okkur dettur ekki einu sinni í hug að við séum vitund, þótt sumir sé að reyna að fræða okkur einhverja sál sem við skiljum ekki og kannski ekki þeir sjálfir sem hafa kannski aðeins lært klausur úr suðrænum bókum einhver orð til að útskýra með. Við erum svo upptekin við að lifa lífinu að við höfum engan áhuga á einhverjum eilífðarmálum. Til hvers ættum við svo sem að gefa okkur tíma í svoleiðis heila leikfimi? Útskýringa manna eru svo óbitastæðar, ósannfærandi. Man bara sagt að trúa því að maður hafi sál, trúa, ég hef sál. Sannara að við erum sál, ekki að við höfum sál. Erum nú við getnað einstaklingssál, einstaklingsvitund sem býr sér til kropp. Strax í móðukviði, sálin hefur kropp núna. Við sjáum bara alls ekki að við erum ekki eingöngu þessu kroppur utan einhverja meinta einstaklingssál.
Og þessi hugur okkar sem að nema dótari þarna úti gegnum skilningaveitun okkar flottu, veit ekki heldur að við erum vitund, eilífðin sem aldrei deyr, aldrei fæðist. Hugurinn alltaf að leita að hamingjunni og heldur hún sé í dótinu, alveg búin að gleyma hvar á að leita hamingjunar innan okkar. Forfeður okkar ráðleggja nýsið niður í Ásgarð, Ægi, Hnitbjörg, Ragnarsjöt, Tífatún, Barra. Og við skiljum ekki baun í þekkingaura, visku, vísindum, sakir lélegra fræðslu nútímans í þessum óljósu sálar efnum, skorts á skilningi og meintum Guði á himnum uppi þarna úti utan okkar. Endilega ekki fara nú í sálar umræðu að hugsa bænir og trú, því slíkt á sviði hugsana. Getur ég að blinda á okkur enn frekar í leiti með okkur sjálfum? Förum að halda eða trúa að einhver hann þarna einhvers staðar uppi sé að skipta sér af eða stjórna, útdeila gæðum og versöld í hendistefnu bríari og skap sveiflum sínum, góður, vondur, glaður, reiður, gefur, tekur, drepur, fyrirgefur. Þetta ekki eiginlega neinna alvöru guða, þetta ekki okkar menning, heldur aðflutt tæki og á ekki hér heima. Hugtök forfeðrana vísa í svið innan hugsunar. Þar hamingjan, sólar, sæla. Annað sem við lærum ekki, ekkert deyr. Við deyjum ekki neitt, við erum nefnilega eilífðin. Í heiminum bara breytingur ein í annað. Þetta sem við eltum gúnir á síföldu flökti. Við erum bara búin að ákveða að hann sé eitthvert bitastætt efni. Kroppurinn okkar deyr ekki þegar við skreppum til heljar. Geri og freki endurvinna þann gúni eftir notkun. Við unum við vín eitt, flæði þekkingarina miklu. Við þurfum aðeins að vita hvað við erum að gera, ættum að vera að gera, í lifenda lífi. Til hvers við erum að fæðast og lifa hér? Jötnar eru í endurvinnslunni, rið, tæring, mygla, rotnun, alveg nauðsynlegir til þess að allt yfirfyllist ekki að sköpuðu dóti, því við erum svo duglega að búa til, kaupa og fylla bílskúrin. Sjá jötnar öskukallandir nauðsynlegarinnar niðurbrot. Meiða bara ekki komast í kroppin okkar meðan við erum enn að nota hann. Það vesinn heitir nefnilega syndurefni, ekki gott. Búkurinn fer svo í hundana, ger og freka þegar fyrirtæki lifandi á jörðu lagt niður, notum kroppin ekki lengur. Við sjálf skreppum til heljar vinkon okkar í smá kaffipásu milli æviskeiða. Hún björt og köld og við höfum enga líkamlega þarfir í hótel Helju. Hún býður því hvorki upp á rúm né morgunmat. Ekkert deyr, allt í heimi aðeins breytingur ein í annað, við deyjum ekkert heldur. Við deyjum ekkert þegar við skreppum til heljar, deyjum ekki heldur við Ragnarök, þótt troði halir helveg. Við erum líf og lífræsir, við öll lífið ódauðlega sem aldrei fættist, önd skal lifa og aldrei deyja. Við vitum að auðumbla nærir allt líf. Auðumbla bara lífið aðeins fæðist ekki, deyr ekki, táknmáli líf og lífræsir sem við öll, fræðir okkur líf eftir Ragnarök, ekkert deyr. Dr. Abdelhakim Abyan í egypski fornleifafræðingurinn klári segir að orðið dauði hafi ekki verið til í málinu, aðeins hvíld. Hann veit margt fornan flóðleik, miklu meir en aðrir þarna suður í eyðimörkum. Kroppurinn okkar aðeins gúnir, búin til og gúni, mismunandi sveiflum, bylgjum, raunar óhendlanlegum og síbreytilegum. Við búum til úr þeim að vild. Þurfum aðeins að vita hvað við erum að gera. Við gerum heilbrigði og við búum til veikindi, ábyrg fyrir heilsun okkar. Að nýsa niður í fullkomleikan nauðsyn til að halda kroppnum fullkomnum og heilbrigðum, ausa upp reglunni miklu. Og við erum ábyrg í samræmi við náttúrulögmálið urði verðandi skuld. Það allt okkar gjörð einnig, svo við erum ábyrg. Með hverju urði búum við til okkar skuld, verðandi með allt á hreinu. Guðin skipta sér ekkert af þessu. Ekki sá Guð sem krukkar í slíku. Allt í heimi hér í ferlum. Frá Ými til Ragnaraka ferli, nokkuð stórt í okkar huga. Við sem sagt lifum í okkar kroppi, lífsferli í Freyju alheimsferli, okkar tímarúmsfróðubólu. Því svo verður á endanum samhrun alheims eða hann rifnar út. Það heitir á máli forfeðrana Ragnarök. Það ganga tilbaka í endina allir þessir uppskiptu veraldlegu kraftar. Fermisvið og búsvið, svona þyngdarafl, rafsegulsvið og þannig alls konar veikara og sterkara kraftasvið. Við erum þessi vitund sem allt sem allt í. Við erum vitund. Þess vegna tímarúmsfróðubólan Freyja í okkur, alheimurinn okkar innan okkar. Alheimari víkinungagabi. Hvernig stendur að við erum að fæðast? Hvernig höldum við áfram á þróunabrautinni ef við sjáum enga tilgang og ekkert markmið til að stefna að? Forfeður okkar vissu, en við vitum ekki. Eitt gleymist alveg að segja okkur í öllu þessu eðlisfræðistakli, líka í þessu sálarstakli, það hvað við erum að gera hér.
hvernig við förum að því að verða einstaklingar, til hvers við erum að fæðast og lifa. Trítla í svona háþróuðum kroppi sem við búum okkur til úr þessum flöktandi kvikulega gúnni með okkar ótrúlegu ásköpuðu sköpunarhæfileikum. Við erum að þróast til fullkomnunar. Hraðferð að leggja bifröst lag fyrir lag með því að nýsa niður iðulega. Og þetta skiljum við ekki. Við nefnilega sjáum og skiljum þau þróunarstig sem við höfum farið í gegnum, okkar þursaskeið. En vitum ekki af þeim sem við sjáum ekki framundan, skiljum þau ekki, jafnvel þótt þeir uppljómuðu lýsið þeim fyrir okkur. Við sjáum að við erum þróaðir en dýrin, erum með okkar mannlega heila, mannlega taugakerfi, en skiljum ekki hvað að vera einherji sem lifir í valhöllu. Vitum ekki hvað markmið allra manna, uppljómun, fullkomin tærleiki kroppsins líka. Hvernig ætlum við að stefna að markmiði sem við vitum ekki að til? Við ákveðum að fæðast. Það þetta sem við köllum nú að vera lifandi í lifenda lífi. Við vitum ekki að við ákveðum að fæðast. Framþróun eðli lífsins. Við vitum ekki hvernig við förum að við ákveða að fæðast. Hvaða afl hvatinn að lífi í kroppi á jörðu. Við vitum hvorki hvers vegna né til hvers. En við fáum nú að vita í óðsmálum að allt þetta vissu forfeður okkar fyrir þúsundum ára. Ekki vonum við vitum þetta því enginn kennir okkur það. Sennilega veit það enginn af þeim sem eru að fræða okkur lífið og tilveruna, sál og svoleiðis hugtök. Enginn sagði þeim, enginn kendi þeim að skilja. Nú tími til komin að skilja til hvers við erum að fæðast og lifa. Urðurverðandi og skuld eru með fæðingarákvörðunum okkar á hreinu, stað, tíma, fjölskyldu og allan pakkan, endu eru þær náttúrulögmál og náttúrulögmálin eru alltaf fullkomlega rétt. Í Freyju, alheiminum okkar, eru ferli stór og smá. Eitt stórt það á góðum tímum og slæmum. Best Satyuga, verst Kali-yuga, þá vex ósvinnan. Þekkingin glatast, sem betur fyrir Kali-yuga styst, Satyuga lengst. Sannleikurinn finnst svo aftur í Satyugu. Hún einmitt að koma núna. Við veldum góðan tíma til að fæðast á. Við skulum endilega hjálpa Satyugu með því að nýsa niður iðulega. Við fæðumst sem einstaklingsvitund, hættum samt ekki að vera tær vitund, eilífðin, sjáum það bara ekki þegar við fæðumst í kroppi sem við búum okkur til og gúni. Við gerum sleipni okkar strax í móðukviði, veraldlega taugakerfið okkar sem veldur því svo að við lítum á okkur sem einstaklinga. Það aðeins ein vitund, allt hún. Við lifum svo hér á jörðinni, því miður án þess að vita til hvers, sem einstaklingur án þess að vita að við erum eilífðin sjálf. Verst af öllu innprentunin úr Kali-yugu, myrku öldunum, því sumir eru, meira að segja, að eyða allri ævinni að bíða eftir að deyja og fara upp eða niður, hvílík sóun á mannsæfi. Þetta aðflutt ómenning sunnan úr Rómar heimsveldi og mjög bjöguð, ekki okkar menningarheimur og á ekki hér heima. Eitthvert sálfræðihugtakum undir meðvitund blinda svo að við sjáum ekki að við erum vitund, þessi eina. Tröll eru okkar ósvinna, við aðeins hættum að muna og sjá hvað við erum í raun þegar ósvinnan hamlar sín á raunuruna vitund. Við erum aðeins svona einhvers konar bóla úr vitund sem nú gengur í kroppi. Sumir kalla svona einstaklingsvitund sál í kroppi, sem kallaður helgiskrín eða heilög askja utan sálina, musteri einstaklingsvitundarinnar. Vitum við nú að kroppurinn úr gúni, síkvikulum og óhendlalegum, dálítið fuskent musteri, búið til og viðhaldið af okkur sjálfum. Og vitum við nú að við erum að þessu lífsfyrirtæki til að þróast í fullkomnunar í lifenda lífi? Vitum við nú hvernig á að þróast á dýrmætri mannsævi? Vitum við nú að þessi marg umrædda sál, einstaklingsvitund, ginukagab, tærvitund, eilífðin, svo allt innan okkar? Bara nýsa niður til að finna það. Hér nefnilega hamingjan og sælan sem hugurinn alltaf að leita, bara leita réttum stað. Við búum þennan kropp til alveg sérstaklega, byrjum strax við getnað í móðurkviði, hildisvína Freyju, til að geta fæðst sem einstaklingar. Við búum hann þetta til úr gúni, bylgjum, því ekkert annað tiltakt í alheiminum. Allt efni gúnir, manstu, mismunandi bylgjutíðinu höfuskepnuna 5 og hann í smæstu endir í heimi hér. Þetta vita nútíma vísindamenn, þar sem við köllum efni aðalega tóm með flöktandi gúni hér og þar. Erfitt að henda reiður á, en með athygli á svona gúnisflökti segjumst við vera að skapa úr honum bitastæð fyrirbæri. Hann til í að leika við okkur þegar við beinum athygli að honum. Svo nú vantar aðeins að vita og skilja til hvers. Þetta sem enginn kennur okkur, nema líklega óðsmál. Hvers vegna lifa heilbrigðu lífi? Það eitthvert atriði? Endar þetta ekki alltaf svona kroppur fyrir hundana, gera og freka? Það einmitt vegna þessa markmiðs og tilgangs með lífinu, þess að ná í valhöll, sprell lifandi, sem kroppurinn þarf að vera altær. Altær kroppur, altær maður, sem þróast hratt til fullkomnunar, uppljómunar. Engin tröll, því þau eru ósvinna og synd.
Við þurfum að skilja að einungis lifandi í kroppi getum við þróast til fullkomnunar. Við þróumst ekkert í heljartvölinni og einhver verður að segja okkur að við höfum markmið fullkomin tærleika. Gideon okkar syn svona syndasía. Allur ótærleiki, öll tröll ósvinna í okkur eru þessi synd sem við söfnum upp í kroppnum, alveg skilningslaus á til hvers við erum að þvælast hér á jörðu. Slíkt nú alveg ólíðandi ástand, öllu lengur. Og forfeður okkar vissu alltaf hvernig að víja sig tæran, bara nýsa niður yðra. Það segir Gideon okkar yðun, því þá öðlumst við ódáinseflin hennar. Til þessa skreps slipnir mannlegt taugakerfið okkar. Nýsa niður í hvað? Áskarð, Lokkvarlundin Barra, Hneitbjörg, Gunnlaðar, hvað sem nú forfeðurnir okkar nefna þetta 4. vitundastig sem ekki á sviði hugsana tíman rúms. Hér nemum við upp ránarregluna miklu og notum í lífinu, kallast fimbulrúnir. Það að velja alltaf rétt og gera aðeins rétt í tærleika sínum? Þá sýnkátt. Það svona sem við leggjum bifröslag fyrir lag, hún liggur svo í Valhöll, sem líf sprellifandi einherja. Hinn altæri maður einherji í Valhöll. Gengur á jörðu, eigir frið í vitund. Einherjar stjórna heiminum í tærri vitund, stjórna á sviði guðana. Hér aðeins rétta og hér allt til framþróunar eingöngu. Náttúrulegt eðli alls að blómstra og þróast til fullkomnunar, flæði náttúrunar ámátku. Einherji sér að urðurverðandi skuldir og aðeins náttúrulögmál og hann tekur því létt. Einherji sér að dansin við gunnana 3 megi náttúrunar hluti af lífinu á jörðu og tekur því létt. Hann vinnur á sviði langt innan þeirra yfirráðasvæðis. Einherji vinnur í tærri vitund og hér allt aðeins rétt. Hann hegir frið í tærri vitund, öllum til heilla. Ósmál til þess að kenna okkur þetta sem algjörlega vantar í menntunin okkar. Maharishi, kennarinn minn, eðlisfræðingur og uppljómaður maður, bað ósmál og gaf okkur þekkinguna, vitundarvísindi, sem grundvöll undir rannsóknirnar. Málti komið við njótum, forfeður okkar vita þetta allt. Djúp vísindaleg merking nafna fyrirbarana, sannar það.